Kúluskíturinn í Mývatni að hverfa. Þetta sýna rannsóknir vísindamanna en vatnið annar tveggja staða í heiminum þar sem þetta sérstæða og friðaða náttúruundur að finna. Japanski plöntulífeðlisfræðingurinn Isamu Wakana hér á landi í 7. sinn til þess að rannsaka kúluskítinn í Mývatni. En þessi sérstaka vatnaplanta finnst einungis þar og í Akan-vatni í Japan. Í dag var hann við köfun í vatninu að viðstöddu starfsfólki náttúruverðina við Mývatn og kom það ekki til að góðu. Við fengum grunnsemdir það fyrir 2 árum síðan að kúluskítnum hefði fækkað núna svo mikið að það væri nánast ekkert eftir af honum. Þegar við fundum hann hérna fyrst 1978, þá voru 20 milljóna af kúluskíti í Mývatni. Núna þetta nokkur hundruð sem virðast vera eftir. Nú finnast kúlurnar dreifðar á litlu og eru frekar slappar. Árni segir að ekki sé vita hvað valdi því hvað kúluskítnum fækkar hratt og mikið, það þurfa að rannsaka betur, en hann bendir á að kúlurnar séu viðkvæmar fyrir straumum og birtuskilyrðum. Birtan fer of mikið eftir í hvaða mikið af svokölluðu leirlosi í vatninu sem eru blágrænar bakteríur sem skyggja á botninn. Leirlosið yfirleitt mælikvarði á mengun af einhverju tagi, næringarefna mengun sem oft frá þéttbýli eða landbúnaði eða þá einhvers konar lífrænum iðnaði.